Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Við komum víða við í þættinum í kvöld. Já, við fórum og hittum Björn Jóhannsson, landslagsarkitekt, og hann sagði okkur meðal annars frá því sem heitasti í hönnun palla og garða í sumar. Og við heimsóttum jafnframt Hafstein Halldórsson og konuna hans, Guðrúnu Öglu Egilsdóttur, sem búa í Hamingjuhöllinu við Haravatn. Nú, hann kemur til okkar líka, hann Guðbrandur Sigurðsson, sem framkvæmdastjóri Heimavalla, ræðir aðeins við okkur leigufélögin á markaðnum. Nú síðast en ekki síst fáum við Guðberg Guðbergsson, fasteignasala, en hann fasteignasali á Fasteignasölu Bæ. Það verður þá mörgu að taka hjá okkur í kvöld. Mörgu að taka, spennandi þáttur. Eru velkomin til okkar, Björn. Virkilega gaman að fá þig hingað í þáttinn. Já, takk fyrir það, spennandi að koma. Já. Okkur fýsir að vita hvað svona heitustu trendin í sumar hjá ykkur í hönnun á görðum, pöllum og veröndum? Já, það reyndar trendin fara nú yfir svolítið langt tímabil, þannig að það hefur ekki mikið breyst frá því fyrir það, en það kannski eitt sem hefur komið mjög áberandi inn, að það eru kaldi pottar. Kaldi pottar? Já, það eiginlega varla svo að ég teikni heitan pott á þess að komi kaldi pottu við hliðina, því að það ætla náttúrulega allir út á skokka og svo við þurfum að fara í heita pottin og kalda pottin og þetta mýkir svo vöðvana. Já, frábært. Já. Og svo útieldhús, það eitthvað sem ég að skoða miklu meira og þá maður að skoða betri grill frá Weber, jafnvel græjur frá heitir Bræ, sem eru svona útiofnar, svona pizzaofnar og þá maður með þak yfir og hengir jafnvel potta og dót, þannig að maður geti teygt sig í og bara eldað út í garði og borð og stóla undir sama þaki. Þetta mjög spennandi. Ja, og svo að því að við erum nú á þessu fína hóteli með bari hérna á bak við okkur, að þá engin garður fullkomin á þessi kampavínsveggur. Þetta líst mjög vel á. En kampavínsveggur, þá gerum við svona skilrúmsvegg sem kannski 30-40 á breidd, með svona flottu steinborði ofan á og hann þá í fullkominni hæð til þess að leggja frá því glas og snittur og annað þegar þú ert með kokteilpartíð út í garði. Já, þetta hljómar rosalega vel. Sem þið komið einhverja góða tækninýjungur í að hanna svona draumagarð? Ég tel að við séum bara svona kortir frá því að vera komin í sýndarveruleika. Að ef að öll mín plön ganga eftir, að þá munu kunnarnir á næsta ári, 2020, mæta á skrifstofuna, sitja á sig gleraugu og labba svo garðinn og skoða hann svona í gegnum gleraugu og meðan við fylgjumst á sjónvarpsskjá á því sem að kunninn sér. Magna. Og þetta ég að vinna svolítið með Iðunni sem svona námskeiða batteri fyrir iðnaðarmenn og þar erum við að skoða svona að byrja á þessari þróun. En í dag það þannig að teiknistofa hjá mér sem heitir Urban Beat, smá plugg hérna, og að þar erum við búin að losa okkur allan pappír. Það kemur engin pappír frá okkur, reyndar lesum við ennþá bækur. Já, gott mál. Og við hönnum allt í þrívídd. Það fara engin verkefni frá okkur nema að það sé þrívídd líka. Þetta alveg meira þáttur og þetta líka náttúrulega mjög umhverfisvænt, að losa okkur við pappírinn leið. Já, þetta svona, þú veist, maður hefur unnið á teiknistofum og bara núna síðast vann ég á teiknistofu út í Svíþjóð fyrir cirka ári síðan. Og þar bara dældu þeir út pappír, bara hvert verkefni og svo sett pappír til þess að lesa yfir. Þannig að, já, mér finnst þetta mjög spennandi að geta losað okkur alveg við pappírinn. Já, þetta hljómar mjög vel, verður spennandi að fylgjast með þessu. En segðu mér, þið ekki farin í auknum mæli að huga meira umhverfinu við hönnun garða? Það svolítið að koma og það eru kannski svona sænsku áhrifin sem ég að koma með núna, að þar alltaf verið að spá í umhverfi og það verið að spá í ofanvatnslausnir. Nú jafnvel ekki skilað miklu frá görðunum. Vatn af þökum, það fer í sér geyma sem notað til að vökva eða jafnvel eins og í Kaliforníu í sundlaugarnar. Og svo eru jafnvel malarmagasín undir görðunum sem að taka við öllu vatni í staðinn fyrir að fara í klóakið og síðan seytlar það út í jarðveginn eða gufar aftur upp úr. Þetta mjög áhugavert. Og í einum garði sem ég var bara að hanna, þá erum við með það sem við kallum regngarð í miðjum garðinum og það rennur allt vatn úr garðinum og fer ekki út úr lóðinni.
Þetta mjög áhugavert og mjög gott fyrir þá sem vilja vera umhverfisvænir. Já. En svona segðu mér aðeins, hvaða þjónustu ertu helst að bjóða garðeigendum? Nú ert þú með þína stofu og ætlar að hanna náttúrulega draumagarðin fyrir þá sem vilja. Já, nú ég sko aldeilis búin að bæta í sko. Ég var þetta var aukastarf fyrir rúmu ári síðan, þannig að ég var kannski með 30% afkastagetu en nú ég komin í 100% afkastagetu sjálfur og með 2 starfsmenn og ætla að reyna að bjóða upp á eins breiðum grundvelli ég get. Því að það sko, ég vinn mikið við að teikna lóðir fyrir einkaaðila og það ákveðin verð viðkvæmni þar. Og þannig að breiddin verður allt frá því að bjóða upp á þjónustu í kringum garðvörur hjá Byko og BM Valla, það þá hellur og timbrið, upp í það að bjóða hagkvæmar hugmyndateikningar og svo heildateikningar. Það sem að, þú veist, kunni fær fyrst sko 3 tillögur til þess að velja úr, svo tökum við það saman og búum til skipulagsteikningu og svo erum við með alla verkteikningar, timburpallateikningarnar og sneiðingar, gróður, nákvæmar lýsingateikningar með þú veist, hvaða lampar til dæmis, hvaða lampa við notum. En ég hef verið að vinna sko eins og þú veist, ég vinn með Byko og BM Valla og ég líka verið að vinna með honum Holla í rafkaup svolítið í lýsingahönnunni. Þú sendir mér þessi skemmtilegu myndbönd, 3-vítar myndbönd af hönnun og görðum. Geturðu sagt mér aðeins nánar þetta? Já, þetta svona hluti af þessari þróun að nálgast þarna sýndarveruleikann. En þessi myndbönd eru gerð af honum Andrew Young í Stokkólmi sem hluti af Urban Beat teyminu og vinnur svolítið mikið með okkur. Og hann vinnur þetta á sama hátt og þeir vinna grafík fyrir leiki. Notar Unreal Engine og svo býr hann til vídeo og við erum meiri sig að skoða það að fara að búa til svona fyrir fasteignasala og byggingaverktaka til þess að hjálpa þeim að selja tala ekki sko allar litlu íbúðirnar sem að verða byggðar á næstu árum. Það segðu. Þetta mjög flott. Ég þakka þér kærlega fyrir innlitið og það verður spennandi að fylgjast með ykkur áfram í framtíðinni. Já, takk sömuleiðis. Gaman að hitta þig og gaman að fá að vera hérna með. Næsti gestur okkar Guðbrandur Sigurðsson, forstjóri Heimavalla. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það, Jón. Það leigumarkaðurinn. Þið eru mjög sterkir þar. Það ekki allir sem átt að sá því hvað eru mörg leigufélög og sömuleiðis að það eru þessi leigufélög eiga næstu 30.000 íbúðir. Farðu aðeins yfir þetta með okkur? Já, það er alveg rétt. Þetta eru mörg sterk leigufélög á þessu markaði en í svona grófum dráttum þá skiptist markaðurinn kannski í þrennt. Í fyrsta lagi það svona félagslegar íbúðir. Það eru þá stór leigufélög eins og Félagsbústaðir og Brynja. Við erum líka þá með í rauninni stúdentaleigufyrirtækin eins og Félagsstofnun stúdenta og Fjesta og Byggingafélag námsmanna. Þetta eru allt stór og sterk leigufélög. Og sveitarfélögin, þau koma nú þarna líka. Er það ekki eitthvað 5.000 íbúðir sem sveitarfélögin? Algjörlega, 5.000 íbúðir og þar af þetta Félagsbústaðir í eigu Reykjavíkurborgar öflugasta félagið á þessu markaði. Síðan erum við með í rauninni svona lítinn en vaxandi markað og þar erum við að sjá leiguíbúðir fyrir eldri borgara sem ég held að eigi eftir að vaxa mjög mikið á næstu árum. Það hefur svona kannski vaxið út frá svona ákveðinni grasróta starfsemi, félög sem voru áður þá með rekstur elliheimila. Og þá talum við DAS og Grund og algjörlega, akkurat, og félög sem hafa verið að gera þetta miklu myndarskap og gera þetta mjög vel og eiga örugglega eftir að vaxa og stækka. Og svo erum við með almenna markaðinn. Hann er svona kannski 2/3 af leigumarkaðnum á Íslandi í dag sem telur 30.000 íbúðir. Og þar erum við með 2 leigufélög á almenna hlutanum, Heimavelli með tæplega 2.000 íbúðir og almenna leigufélagi með í kringum 1.400 íbúðir. Og síðan eru þá líka inn á þessu markaði húsnæðissamvinnufélögin eins og Búseti sem að vísu að vinna í aðeins öðruvísi kerfi heldur en það sem við erum að gera. En förum þá kannski aðeins yfir í eitt. Það ef þetta eru cirka 30.000 íbúðir af 138.000 íbúðir sem eru cirka í landinu. Þannig að við erum farin að tala það að íbúar, fólk sem býr í leiguhúsnæði, svona cirka 23–24% getum við sagt það? Já, það er alveg hægt. Við höfum metið það sem svo að þetta hlutfall sé í kringum 23%. Sumir telja það sé aðeins lægra. Ég held að svona kannski 21–23% sé eitthvað sem liggur nærri lagi. En skiljið þið þú rétt að þú sér þetta hlutfall hækka á næsta ári? Já, ég held að við munum sjá það. Við höfum
borið gæfu til þess að sjá efnahagslífi hérna vaxa og dafna á síðastliðnum árum. Mannfjöldaaukningin á árinu 2017 var í kringu 10.000 manns. Flesti telja að mannfjöldaaukningi verið í kringu 9.000 manns núna á síðasta ári. Já. Stór hluti af þessu er fólk sem er komið til þess að vinna hérna. Já. En þetta er allt fólk sem að margir taka sína fjölskyldu með hingað til landsins, ákveða síðan að setjast hérna að og svo framvegis. Og þetta er allt fólk sem þarf á íbúðum að halda og þetta hefur þau áhrif að það er mikil vöntun eftir húsnæði almennt. Og ég myndi telja að leigumarkaður muni þróast í þá átt að við sjáum hærra hlutfall en lægra. Sérstaklega líka ef þú ert að tala það að það sé ekki bara ungt fólk sem sé á leigumarkaði, heldur líka ef þú sér að eldra fólk er að fara þangað. Förum aðeins yfir í annað. Það er þetta að kaupa eða leigja. Kaupverð íbúða hefur hækkað, eða íbúðaverð í fjölbýli, hefur hækkað mun meira heldur en leiguverðið. Og þú hefur sagt það opinberlega að meðal leigutekjur hjá ykkur eru í kringum 170.000 á mánuði. Já, það er þá meðal leiguverði hjá okkur fyrir all landið. Leiguverð segir fyrir, já. Og það eru aðeins hærra hérna á höfuðborgarsvæðinu í nýjum íbúðum. Já. En auðvitað þarf að vega og meta alla hluti. Ég hef verið þeirrar skoðunar að það séu tækifæri í leiguíbúðum fyrir eldra fólk, þar sem er líka boðið kannski upp á heldur hærra þjónustustig en það sem gengur og gerist almennt. Já. En það þarf þá auðvitað að vera réttar íbúðir, það þarf að vera rétt stærð á þeim og réttu leiguverði. En ég held að þessi hlutir eigi eftir að þróast hratt á næstu árum. Já. Maður getur séð það fyrir sig. Það er aðeins kannski svona vexti, þú líka aðeins rætt vexti, til dæmis á ráðstefnu í nýlega sem þið helduð heimavellir. Það sem Ásgeir Jónsson var nú reyndar hagfræðingur og einn af aðræðumönnum. Og þar kemur fram að vextir á Íslandi hafa auðvitað lækkað þegar kemur að íbúðum og þú nefndir þar einmitt að það væri kannski krafa lífeyrissjóðanna sem er 3,5% ári. Væri kannski svona ákveðin hindrun að koma vöxtum enn neðar? Já, svona mögulega gæti það verið. Ég er nú ekki hagfræðingur, þannig ég kann nú ekki að skýra það nákvæmlega út, en við sjáum það auðvitað alveg í skuldabréfaútgáfum stóru fasteignafélögin á atvinnumarkaði, að þá hafa þeir svona ekki komið sér mikið niður fyrir 3,5%. Við vorum með skuldabréfaútgáfu núna í desember, við vorum með meðalvexti í henni í kringum 3,52 eða 3, sem við vorum bara mjög sátt við. Einstaklingar sem eru að taka breytilega vexti í dag, þeir eru að fara niður í kannski svona 2,5, það allra lægsta. En það er klárlegt að vextinir hafa verið að lækka og munu væntanlega að lækka í framhaldinu. Já. Þetta er glæsilegt. Kæra, takk fyrir komin. Takk að þér. Takk. 2030 er eldklárt. Ferskur, hollur og góður matur á mettíma. Tilbúin í pottinn, pönnuna eða ofninn og þú blómstrar. 2030. Einfalt að elda, sniðugt í matinn. Það er mikilvægt að tryggja framtíð okkar nánustu. Núna getur þú keypt líf- og sjúkdómatryggingu á netinu. Gerum tryggingar betri. Sjóvá. Jóðes Watch Company Reykjavík úrin fást hjá Gilbert úrsmið. Kíktu við og kynntu þér úrvalið. Gilbert úrsmiður, Laugavegi 62. SsangYong eigendur eru ánægðastir. Tryggðu þér 4x4 jeppa ársins, Rexton úr fyrstu sendingu, Bílabúð Benna, Krókáls. Ert þú ekki örugglega að safna vildarpósti? Kannaðu stöðuna og draumafríið gæti verið innan siglingar. Icelandair. Gakktu í bæinn. Fasteignasalan Bær opnar fyrir þér dyrnar að fasteignamarkaðnum. Fasteignasalan Bær, Kópavogi og Selfossi. Minni matarsóun og meiri sparnaður. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og elda. 12.is. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrafélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. 20% afsláttur af alþrýfi og bóni og keramíkmeðferð í janúar. Kringlubón, Kringlunni. Eignasala.is kynnir nýbyggingu í Reykjanesbæ. Verð frá 34,9 milljónum.
Grilluð útsala, 25–50% afsláttur af flestum vörum. Sjá nánar á grillbúðin.is. Grillbúðin Smiðjuvegi. Það er gaman að koma hingað í hamingju til ykkar, Hafsteinn og Agla. Og gaman að hitta líka nýjasta fjölskyldumeðlim, Emilíu. Þetta er yndislega þessi hamingjuhöll og staðsetningin er bara einstök. Getið þið aðeins sagt okkur frá tilurð þessa hús? Já, það gerist þetta er 2015, þá förum við í svona, kannski ekkert með fullri alvöru, inn á fasteignavefinn og skoðum hvað er þar þegar við fréttum að dísi á leiðinni og maður fyrir að huga því að svona framtíðar híbýli og þakka yfir höfuðið og því sem fylgir að vera foreldri og kannski hafa, kanna það aðeins og við svona förum að leika okkur ímynda okkur hvað við viljum vera og það er okkur líst mjög vel á í Reykjahverfinu í Mosfellsbæ, finnst svona andinn þar vera góður og svona grænt og lífrænt svona á svona samfélag sem er þar yndislega sundlaug og síðan þetta er kannski áður en að fasteignamarkaðurinn tekur einhverja svona svaka kipp en svo sáum við þetta land hér og komum hér að það er engin vegur, þetta er bara bláberjalyng og það er ekki neitt og við bara við erum bara alveg ástæðan. Við gjörsamlega bara hvolffjallum fyrir þessu landi og vorum alveg bara viss alveg bara, þú veist, það var þannig að og þá má byggja hér 50 fermetra hús með mænistaki gamalt deiliskipulag sem að Ormar heitir hann arkitekt teiknaði þetta Hamrabrekkur fyrir það var 1984 og fengu það deiliskipulag uppfært og þessa lóð átti hann sem að teiknaði þetta og við náum að krafsa saman til að kaupa eina litla sumarbústaðal á þessum tíma og ætlum síðan bara að sjá hvað setur Já, og svo var þetta bara stærra verkefni. Já, við erum mjög gaman að skapa og við getum ekki beðið með það þegar við byrjum það er svona þannig. Já, það er svona drifkrafturinn hjá okkur mikið að sjá okkur fyrir okkur og láta það vera til að tengja úr ímyndunaraflinu og þú veist, það er einhver sköpunargleði sem fylgir. Þið fenguð ekki arkitekt til að hanna þetta hús í samráði við ykkur. Já, hann Kjartan. Hann hannaði þetta hús fyrir sjálfu sig og fjölskyldu sína á Ísafirði. Og þetta er samskonar hús. Nema þetta er spegluteikning og aðeins bóðbreytinni. Já, það er sem sagt, við ákveðum það, við ætlum að bara fara að næsta huga að teikningum og við fljúum til fjölskylduvinnar sem tengst inn í fjölskylduna Kjartan Árnason og Glámi Kím og þar förum við heimsókn ætlum að fara yfir hvað kostar að hanna sitt hús frá grunni, hver er vinnan á bakvið það og förum í heimsókn til hans, förum inn í samskonar hús það sem hann er búinn að spegla horfir inn í Ísafjarðardjúpið og við erum að taka esjuna þannig að það er allt speglað og við gjörsamlega föllum fyrir flæðinu í húsinu. Það er bara, hann er teiknandi fyrir fjölskylduna sína og hann er búinn að spá í þetta í mörg ár og að við erum að komast þarna inn í sjón arkitekts sem er búinn að spá í hvern einasta hlut og að má með sannir segja að arkitekt snýst rosalega mikið upplifunina og flæðið inn í húsi, hvernig það virkar út í það er það sem gera, hvernig hreyfir þig, hvernig notar, hvernig stemmingin, allt þetta er svo arkitektur er ekki, þú veist, það er the masterpiece í arkitektum og honum tókst bara við hættum alveg að spá í okkur eigið hús þarna, eða veist, okkar hönnun og mótum þetta bara aðlandinni bættum við gluggum, spegluðum teikningunum, settum svalir uppi og stækkum þakglugga og okkur svona dótar í, svona bara smáægilegt en þarna er fjölskyldan í forgrunni, þið eru að hugsa að vera með hús þar sem að það er flæði, þar sem fjölskyldan er í nánd og heyrir í hvort öðru og svo framvegis. Alveg bara klálega, það er svona erfitt að einhvern veginn að þú veist, ætla bara að loka sig inn í herbyggi en það er hægt. En þú veist, en maður vill samt hafa húsið opið, fólk getur fengið sitt privacy en þú ert samt alltaf í tengingu við alls staðar í húsið, það er allir saman þrátt fyrir að sé ekki endilega í sama rýminu og það er smá
gaman. Já, akkurat. Þú eruð náttúrulega með fyrirtækið ykkar sem er hamingjuhúsgögn, eins og segjum í íslensku. Og það eru því að hanna náttúrulega hillur og borð og ýmislegt annað og það er akkurat timbrið, það ekki aðhlutverki. Jú, það er þessi að koma náttúrunni svolítið inn til þín, sko. Þú veist, að vera með borð, gegnheil, þykka, við fáum til heilum drumbum og vinnum þetta svo að utan. Og það er þessi tilfinning að geta verið hlýtt innandyra og ekki í rók og rigningu en verið samt einhvern veginn með náttúruna hjá þér, sko. Og það er það hefur verið mjög vinsælt núna síðustu ár og ég vona að við fáum bara aldrei leið á náttúruna að hafa hana með, sko. Þannig að það spila klálega stóran part af framleiðslu okkar er einmitt þetta að við verslum bara við vottaða framleiðendur sem þýðir það að þeir eru að bæta í skó á bakvið þann sem er að selja tréð. Það eru svona staðlar sem að við fylgjum og leitum eftir og því hugsunin að vera bara að taka niður tré og búið til húsgögn við hættum. Við sáum að það var að fara að vaxa, við vorum næstu alveg bara, samviskan var svona smá tói í mann, að vera bara eitthvað að fara að búið til fullt á einhverju timbri og taka niður öll trén og eitthvað svona. Svo mjög flinkur smiður sem hjálpaði okkur mikið í húsagerðinni, hann benti einmitt á þetta, hann sagði að ég ætti að kanna það hvort timbrið sem ég nota hvert sporið á því að það er að bætast í skóginn og bak við framleiðslunni þar mjög áhugavert, það er mjög gaman. Þið eru náttúrulega hér að þið þetta hannað heilmikið á húsgögnum, minni húsi sjálf, eins og sófaborði, borðstofborð, hillur og ýmislegt annað. En svo kannski líka einkennandi fyrir ykkur, það er samstarfið ykkar. Þið vinnum mjög vel saman. Já, alveg klárlega, sko. Já, það er gott tím. Já, það er svona, það sem kannski ég hef skemmtilegast að er að drífa hlutina áfram, vera að púsla þeim saman og finna út hvernig maður á að gera það. Og kannski minn ofvirkni og hæfileiki á meðan áhugamál þitt er hönnun, augað, litir, hvernig tónar þetta saman og allt það, sko. Svona fagurfræðin. En svo er það skemmtilega, þegar nú köllum þetta nú hamingjuhúsið. Gaman að litla dóttir eitthvað fættist þér, það ekki? Jú, einmitt. Það er heima skjáð. Já, hún er það. Líklega. Hún er eitthvað hérna. Já. Hún vil virkilega fara að fá sér að drekka súpa. En já, hún fæðist hér fyrir 3,5 mánuði síðan. Bara í heimafæðingu. Þetta er alveg dásamlegt. En ég vil þakka kærlega fyrir að fá að koma hérna og líta inn til ykkar. Já, bara alveg sjálfsagt. Takk kærlega. Næsti gestur okkar er Guðbergur Guðbergsson, fasteignasölunni Bæ. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Þú ert náttúrulega búin að vera lengi í fasteignaviðskiptum og sem fasteignasali. Já, núna sýnist manni að það séu svona ákveðna blikur á lofti í fasteignaviðskiptum út frá kjarasamningum. Finnur þið fyrir því svona? Já, finnum alveg fyrir því. Og það er bara hræðsla fólks við aukna verðbólgu, þú veist hvað gerist og hvort það verið verkföll og hvað verið verkföllin löng. Þetta hefur allt áhrif og það er svona heldur fólk að sér höndum. Þetta hefur hægt á og ekki bara eins og þú kannski komist orði með íbúðamarkaði, það er líka í atvinnuhúsnæðinu. Ég var einmitt að lenda því í gær. Það voru 2 sem ég er búin að vera að leita að atvinnuhúsnæðinu sem ég fann fyrir hugsanlegar eignir. Þeir eru búin að setja allt á hold vegna þess að þeir ætla að bíða hvað kemur út á kjarasamningi. Þetta hefur áhrif á fyrirtækin líka eins og annað. Þú veist, það er ekki að kaupa húsnæði, svo koma verkföll og þá kemur engin innkoma og getur ekki greitt. Það eru svona ákveðin óveðurský og það sem er náttúrulega með verðtrygginguna kemur fram í viðtölum að það er að auka sem sagt óverðtryggð lán með föstum vöxtum. En verðtryggingin auðvitað er þannig að þú ert í hálfgerðu fangelsi sko ef það kemur með verðtryggt lán og það kemur mikið verðbólguskot og það er eiginlega hræðslan að launahækkanir valdi verðbólgu. Það er nákvæmlega það sem er. Og náttúrulega leið og þá er ekki gagn á launahækkunum. Við fáum launahækkanir, lánin hækka, hver er greiðið? Kjörin eru, þú ert eiginlega verðsettur. Já, sko, ég segi það eins og þeir segja hjá Vaffer og Vilhjálmur og Akranesi, verðtryggingur í burtu. Hún á ekki heim í dag, hún er bara ekki hún tilheyrir ekki í nútímanum og það er bara að vera að vernda fjármálastofnanir og koma á svo neytendur. Ef við förum aðeins yfir í svona, fólk er núna
mun lengur heimi á sér, það fólk jafnvel til 28 ára aldurs heimi á sér, það Hótel Mamma eins og það hefur verið nefnt. Finnst þér eins og að ungt fólk sem að koma núna fái ákveðna aðstoð frá foreldrum sínum eða fjölskyldum? Já, það töluvert algengt það. Það bara töluvert algengt og ég bara, já þú veist, ég veit nokkuð dæmið, þú veist, ég man bara eftir núna daginn, það var kona sem keypti íbúð rauninni fyrir son sinn. Já, sem keypti íbúð fyrir son sinn. Já, hann var rúmlega 30, ekki farin að heiman, hafði engan áhuga að fara heiman vegna þess að hann var á Hótel Mömmu. Það þarf að vilja skattleggja Hótel Mömmu til þess að þetta gangi upp. Já. En það nú algengast, er það ekki að menn sé að sækjast eftir 30 íbúðum, svona fyrsta íbúð kannski frá 30 upp í 35 milljónir, er það ekki til dæmis? Jú, það svona 2 til 3 herbergja íbúðir sko, sem eru algengastar hjá unga fólkinu. Já, það er alltaf unga fólki verður að fara í lítið og svona ódýrt. Nú, ef við förum þá yfir í það, já, hvað vinsælustu hverfin? Unga fólki fer þá náttúrulega ekki í miðbæinn, það fer enginn í miðbæinn. Nei, það fer ekki í miðbæinn, það er ódýrt. Það er ódýrt og erfitt að finna bílastæði jafnvel og fleira. Já, það er líka rétt. Já, það er samt ekki allt unga fólki ekki endilega á bílum, en það er alveg sama. Það er líka það að mönnum finnst þetta vera bara orðið of mikið af leiguhúsnæði, of mikið af útlendingum. Já. Þannig að maður finnur það sem að því þú veist þetta var alltaf svo gott að vera hjá börunum sko. Já, og svo það er svona farið að bakka. Nú hérna, var þetta í Garðabæinn. Garðabær hefur nú oft verið vinsælt hverfi. Og Álftanesi, þú sagði mér frá því þegar við töluðum saman hérna fyrir þennan þátt að leið og Álftanesi fór inn í Garðabæinn að þá snarhækkaði verðið. Út á Álftanesi. Já. Það er bara staðreynd og það er ekki það endilega, þú veist, ég er ekki að segja að Garðabær er vel rekinn og allt svoleiðis, en það er Hafnarfjörður líka. En þetta er spurningin svona snobb. Þetta er svolítið, já, það er svolítið svoleiðis. Já, nú Vesturbær hefur alltaf haldið hérna svona og Seltjarnarnes. Og Seltjarnarnesi, þessi staði. Segðu mér eitt hérna núna þegar ungt fólk eða bara fólk almennt í fasteignaviðskiptum er að kaupa og skoða. Hér, það í bólunni miklu eða þenslunni í kringum 2004-05 þá keypti fólk bara íbúð á þessa skoðana. Já, það er alveg rétt. Það er ekki lengur. Nei, það er sem betur fer búið sko. Það er hættulegt vegna þess að við vorum að lenda í fullt af mistökum. Ég man eftir dæmið, þú veist, sem að hérna ég seldi mannesku íbúð svo þar kom í kaupsamningin og þá segir hún hérna ég held að það hefði verið græna baðherbergi þarna. Skilju, þú veist, fólk er ekki einu sinni búið að fatta hvað það var að kaupa. Sko. En svona gerðist. Þetta er ekki lengur. Fólk skoðar og við reynum að fá fólk til að skoða tvisvarsinnum. Og hérna, það er bara gott. Nú hérna bara örstutt í lokin valsvæðið sem er nú hérna rétt hjá okkur. Við erum að taka hérna upp á Hótel Sögu að það er þetta, því líst vel á það svæðið að mikil eftirspurn eftir því. Já, það er náttúrulega bara svo nálægt miðbænum og það kemur nýtt í miðbæinn. Og rauninni ætti það ekki að vera neitt dýrara svæði heldur en annað þó að það sé dýrara. Vegna þess að þarna eru lóðir sem er að byggja en annars það þarf að rífa til að byggja miðbænum. Sko. Herðu örstutt í lokin bara við nokkrar sekúndur eftir, tíminu flogin frá okkur sem alltaf. Hvað hérna, þetta er svolítið skemmtileg saga Guðbergur, sko. Þú sagði mér það að þú ert fasteignasali en þú hefur ekki keypt fasteign, þú hefur byggt 2 stór einbýlishús. Það er svolítið skemmtileg saga. Já, ég hef aldrei keypt mér fasteign og hérna. Þú varst búinn að byggja þitt einbýlishús, hvað, 25 ára þá? Já, 25 ára sko. Í Grafarvoginum. Heyrðu, þetta er ljómandi, þetta er komið hjá okkur. Kæra þakkir fyrir komið. Já, takk. Fleira verður ekki í þættinum í kvöld. Við sjáumst á vikuliðinni. Verið þið sæl.